Í upphafi ársins 2020 þá var samþykkt í framkvæmdastjórn ný sýn og stefna hjúkrunar sem var endurskoðun á eldri stefnu sem við höfum verið með á spítalanum. Við erum búin að gefa okkur dálítið góðan tíma í að endurskoða sýnina og stefnuna og það er fjöldi manns sem hefur komið að þeirri vinnu á undanförnum misserum. Hjúkrun hefur náttúrulega þróast og þjónustan sem við erum að veita og eins vildum við tengjast sýn og stefnu hjúkrunar betur við stefnu spítalans og þannig að hún væri svona í takt við það og eins að hún gæti þá orðið ákveðið upplegg að starfsáætlun fyrir hjúkrun. Það var líka tímabært að endurskoða sýn og stefnu bara í ljósi breytt stjórnskipulags á spítalanum. Við þurfum núna í nýju skipuriti að hafa tæki sem að hjálpar okkur að samhæfa hjúkrun fyrir allan spítalan og styðja í raun og veru við stjórnendur á hverjum kjarna og hverju sviði í því að efla og þróa hjúkrun til framtíðar. Lykilatriði í sýn hjúkrunar á Landspítala er að sjúklingar og aðstandendur fá heildræna einstaklingsmiðaða hjúkrun sem er gagnreynd, örugg og árangursrík. En hjúkrun er líka í stöðugri þróun, samþætt kennslu, rannsóknum og nýsköpun undir forystu hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Síðan er hjúkrun vitaskuld í samræmi við lög og réttindi sjúklinga, stefnu spítalans og siðareglu hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra. Stefna hjúkrunar, hún tengist beint við stefnu spítalans og er sett upp með sama hætti í 4 lykiláherslur, þar sem að öryggismenningin er fyrst og þar sem við fjöllum öryggi sjúklinga og starfsfólks. Við leggjum áherslu á það að hjúkrun byggir á gagnreyndum starfsháttum, einnig að miðlun upplýsinga og skráning sé markviss, stöðluð, skýr og tímanleg. Það er líka lögð áherslu á það að daglegt mat á hjúkrunarþing liggi til grundvallar við gerð mönnunarlíkana og áætlana og að samsetning mannafla í hjúkrun sé í samræmi við stefnu spítalans og öryggisviðmið. Þar er meðal annars kveðið á það að lágmarki 60% af þeim sem sinni hjúkrun á bráðadeildunum okkar séu hjúkrunarfræðingar. Síðan er undir öryggismenningu lögð áherslu á það að árangur þjónustuna sé stöðugt metinn með þróun og notkun árangurs og gæðavísa. Undir lykiláherslunni þjónusta leggjum við áherslu á skilvirkni og gæði í þágu sjúklinga, þar sem er lykilatriði að sjúklingar og aðstandendur séu upplýstir og virki þáttakendur í meðferð og ákvarðanatöku. Það er lögð áherslu á það að hjúkrun sé sérhæfð, samhæfð og samfelld og byggi á þörfum sjúklinga. Það er líka lögð áherslu á það að sjúklingar fái hjúkrun við hæfi og að tryggt sé að sá sem veit hana búi við viðeigandi hæfni. Fagþekking á að nýtast til hagsbóta fyrir sjúklinga og aðstandendur og hver fagmaður á að nýta hæfni sína til fulls. Og síðan leggjum við líka áherslu á það að sjúklingar fái menningarhæfa hjúkrun án mismununar. Varðandi áhersluna mannauð, þar leggjum við áherslu á öflug og samhent teymi starfsfólks og nema í hvetjandi umhverfi. Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður og sjúkraliðar og aðrir sem veita hjúkrun búi yfir nauðsynlegri faglegri hæfni til að veita viðeigandi þjónustu og fá til þess þjálfun, starfsþróun og aðlögun í starfi. Þeir sem veita hjúkrun hafa tækifæri til að þróa sig í starfi. Sérfræðiþekkingu á að efla og sérfræðingum í hjúkrun og sérfræðiljósmæðrum verði fjölgað. Stjórnendur í hjúkrun eiga að hafa lokið framhaldsnámi sem nýtist í starfi og þeir sem veita hjúkrun eiga að vera færir í þverfaglegu samstarfi og samskiptum og eiga árangursríkt samstarf við aðra fagstéttir, stofnanir, samtök og félög. Síðan leggjum við áherslu á það að nemendur í heilbrigðisgreinum fái kennslu og þjálfun sem að byggi á gagnreyndum kennsluaðferðum. 4. lykiláherslan, stöðugar umbætur, að þar leggjum við áherslu á samhæft verklag og nýsköpun sem auki virði þjónustu fyrir sjúklinga og aðstandendur. Og þar leggjum við sérstaka áherslu á að samvinna Landspítala við menntastofnanir sé öflug og hjúkrunarþjónusta sé samþætt kennslu, hjúkrunarrannsóknum, nýsköpun, upplýsingatækni, umbótum og mati á árangri. Það er mjög mikilvægt að hafa stefnu hjúkrunar og hafa eitthvað svona sem heldur utan hvernig hjúkrun við viljum veita. Með því að hafa skýra sýn þá vitum við hvert við erum að fara og svolítið eins og Bang-Simon segir, ef maður veit ekki hvert maður er að fara þá getur maður bara valið hvaða leið sem er. En við vitum nákvæmlega hvert við ætlum að stefna, þá er miklu auðveldara að varða leiðina og gera hana alveg skýra.
Og þetta getur nýst okkur mjög vel í gæðastarfi og öllum svona umbótum sem við erum að vinna að við höfum alveg skýrt markmið, hvernig hjúkrun við ætlum að veita og hvað hún þarf að uppfylla. Alveg sama hvar við erum stödd á spítalanum. Hjúkrun má segja ein af stærstu framleiðslu einingunum á spítalanum og það eru margir sem koma að því að veita hjúkrun. Hjúkrun náttúrulega augljóslega veitt af hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sjúkraliðum og ýmsu aðstofafólki sem starfar inn í hjúkruninni. Þannig að það er líka mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa sýn og stefnu hjúkrunar sem að talar þvert á spítalan en líka til allra þessara ólíku aðila sem að veita þjónustuna. Markmiðið með sýn og stefnu hjúkrunar eru að auka gæði hjúkrunar á Landspítalanum og hjálpa okkur að þróa hana áfram inn í framtíðina. Markmiðið með því að hafa sýn og stefnu hjúkrunar er líka að lyfta þessari þjónustu upp og auka sýnileikanar og síðast en ekki síst að þá er mjög mikilvægt að hafa sýn og stefnu hjúkrunar á spítalanum til þess að við getum samhæft okkur og gengi í raun og veru í takt á öllum spítalanum og þannig að sjúklingur sem að fær hjúkrun á einni einingu, hann getur gengið að því vísu að hún sé af sama gæðaflokki og annar staðar. Sýn og stefna hjúkrunar á Landspítala er mjög praktísk og hún er á mannamáli og við eigum að nota hana á hverjum degi í vinnu okkar. Allir sem byrja á bráðamóttökunni þeir fara í ákveðin hæfniviðmið, byrja í nýliðanum og það er ákveðin verkefni sem að nýliðar takast á við og svo verða þær hæfir hjúkrunarfræðingar og þá eru aðrar áherslur sem að hjúkrunarfræðingarnir hafa og síðan reyndir og loks sérfræðingar. Og inn í þetta, til dæmis á bráðamóttökunum fléttum við síðan þessi sértæku hlutverk sem þar eru. Þú þarft að kunna forgangsröðun, þú ferð á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Þannig að það er svona mjög gott að hafa þetta mjög skýrt og skipulegt, bæði fyrir mig sem stjórnanda að geta haft yfirsýn yfir hæfni starfsfólksins og eins fyrir starfsfólk sem að byrjar að vinna á bráðamóttökunni, það veit að það hefur þarna ákveðin markmið og ákveðin stig sem það stefnir að. Í hjúkrunarráði eru allir hjúkrunarfræðingar og allar ljósmæður sem eru í föstu starfi á Landspítala. Og hlutverk hjúkrunarráðs er mjög fjölbreytt en meðal annars að styðja við hjúkrun og styðja við hinn almenna starfsmann eða hjúkrunarfræðinga eða ljósmóður á spítalanum. Og það að við höfum skýra sýn og skýra ramma hvernig hjúkrun við viljum veita á spítalanum, það hjálpar hjúkrunarráði að styðja við hjúkrunarfræðinga og ljósmæður og styðja við svona þær ákvarðanir sem eru teknar varðandi hjúkrun á spítalanum. Það eru í þessari stefnu, það eru svona mjög skýr leiðarljós og mjög svona skýr markmið hvað við viljum gera og hvernig við viljum framfylgja því. Þegar við fáum ábendingar eða erum að vinna einhverju verkefnum, þá er þetta svona ákveðin bakhjarl til að halla sér að og hugsa, já ok, svona viljum við gera þetta, svona ætlum við að gera þetta, svona þjónustu viljum við veita. Er ég að standa mig í þjónustunni, hvernig er öryggismenningin, umbæturnar, bæði get ég fylgst með að ég sé að gera eins og Landspítalinn krefur okkur að gera og eins sem hjúkrunarfræðingur í vinnu að við séum að öll að vinna í sömu átt og stefna í sömu átt. Já, það er mjög mikilvægt að við á Landspítalanum og við sem sinnum hjúkrun að við höfum svona þessa sameiginlegu sýn og stefnu en síðan þurfum við á hverri starfseiningu svolítið að útfæra þetta eftir því sem hentar okkur. Markmið hjúkrunarráðs er að vera rödd hjúkrunar og hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra varðandi fagleg mál sem varða hjúkrun á Landspítala. Skýr sýn og stefna hjúkrunar hjálpar okkur að styrkja enn frekar þá sterkur rödd sem við höfum á Landspítala. Það er von okkar sem að höfum komið að því að endurskoða þessa sýn og stefnu hjúkrunar að hún geti nýst okkur til þess að samhæfa störfin okkar og efla og bæta hjúkrun fyrir sjúklingan okkar til lengri tíma.